Steini, velkomin. Takk fyrir. Frábær sigur í kvöld. Já, algjörlega. Við loksins náðum við þessi sigri sem við erum búin að bíða eftir. Og gott að ná að snúa dæminu við. Þið byrju illa á móti KR og Grindavík en mætið hennan alveg dýri vittlausir. Já, Palli hélt yfir okkur þrumuræði fyrir leik og kveikt aðeins í mönnum og það hefur greinilega skilið sér og ræðan hefur greinilega verið góð. Fyrst að menn mættu svona út á völlinn og það er mikill léttir og mjög gott fyrir okkur að ná að byrja svona sterkt út af því að við höfum verið að byrja 2-0 undir eftir 20 mínútur undir leikjum að ná að snúa því við. Mjög gott fyrir okkur. Alltaf fyrirháleikur þá sýndu alveg 80 mjög góða takta. Já, við gerum það og við áttum mikið af mjög góðum sóknum og náðum að skora þessi 2 mörk. Við höfum alveg getað að skora fleiri og þeir hefðu nýtt sín færi en það þýðir ekkert að tala um það. Við komumst í 2-0 og 2-1 í hálfleik og við náðum að halda þetta út í seinni. Það var kannski ekkert fallegt en það dugði og það var baráttan og viljinn sem var í fyrirrúmi. Það er kannski það sem við vantaði í okkar leikjum undanfarið, þannig að við vonandi byggjum bara á þessu fyrir næstu leiki og höldum áfram á þessari braut en ekki hinni. Náttúrulega karakter sem sýndu með að halda, feinum hlýtur að hjálpa ykkur bara fyrir komandi leiki. Já, þetta gerur og sérstaklega skilur við hvernig sigurinn var. Menn voru að henda sig fyrir alla bolta og menn voru tilbúinir að deyja fyrir klúbbinn í dag. Það var bara ekki flóknir það og með það þá áttum við sigurinn skilið þó að kannski þeir hafa átt fleiri sendingar eða fleiri færi eða fleiri horn og skoruðu fleiri mörk og við tökum stíginn og hlaupum inn í hamar. Náttúrulega mörkin gilda? Mörkin gilda, það algjörlega. Það er ekki stig fyrir neitt annað. Til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Þetta er býsna taugastrekkjandi undir lokin. Já, þetta var taugastrekkjandi allan leikinn en ég er virkilega stoltur af liðin í dag. Við leikmenn lögðu sér fram að gera sem að lagt var undir, þannig að við lögðum sem marg umræddu taktík okkar og sem eru landsfræg til hliðar og þessi sigur var ljótur, fótboltalega séð. Þannig að það var fyrir þá sem vilja að pakka í vörn og spila út til loftið. Þannig að 3 stigin skilu sér en án gríns þá var þetta bara liðsandinn og baráttuviljinn sem skilaði þessu sigri. Og hlýtur mjög ánægð með byrjunum, þið byrja miklum krafti í kvöld. Já, við erum búin að drullu á bak tvisvar röðnum útvelli og raunverulega klúra leiknum á fyrstu 20. Þannig að við ætlum nú að fara í seinni leikinn síðast á móti Grindavík með það að vera safe fyrstu 20 mínútur og hann er nú leikur. En það fór út þúr. Þannig að við viljum ekki láta að gera 3 svar, helst ekki 2 svar og eiginlega aldrei, en ekki 3 svar, það er alveg ljóst. Og seinni hálfleikur var náttúrulega bara barð. Já, ég meina við hendum okkur fyrir allt og það sýnir það ef viljinn og hungrið og baráttan eru til staðar og mótið frábæra eiginleitin, best spilandi lið sem ég hef mætt, alveg klárlega. Þannig að þá er það bara að vinna þetta upp með einhverjum öðru. Ef þeir spila okkur og eru betri spila í fótbolta þá þurfum við að vinna það upp með aga, samvinnu og vilja. Það er bara svoleiðis í fótboltinn. Og náttúrulega fyrsti heimasíðan staðnir til sumar. Já, við erum ekki sáttir 50% nýtingu, við ætlum að hafa 100 en það er best að segja aldrei of mikið, maður er alltaf í baki en við stefnum að sjálfsögða að vinna okkar leiki hvað sem við heimi úti og ég vona að fólk hafi fengið aukna trú á okkur núna, því við hefum vissulega trú. Til hamingju. Takk fyrir.